Góðan daginn, efni dagsins Pirkvörn. Þetta hinn eiginlega Pirkvörn með G6 og ég ætla að taka fyrir afbrigði sem ekki algengt en stórhættulegt, biskup F4, og ég ætla að mæla með þessu. Þetta getur líka komið upp til dæmis í Jópava system í annarri leikjaröð. Þá væri piðið var á G6, þá væri hvítur að fara að leika og svarta piðið á D7, þá væri hvítur að leika E4 og D6, það er sama staðan. Þannig að þetta er allt í lagi fyrir þá sem eru vanir að tefla Jópava system með hvítu. Biskup G7, ég ætla að byrja á þeim leik. Þetta er eins og venjulega, bara leið fyrir leið. Aðri leikir eru C6. Já, það er eiginlega eini leikurinn bara, C6 og biskup G7. Ég ætla bara að sýna hvað gerist ef svartur leikur biskup G7, sem getur náttúrulega allavega verið mjög slæmur leikur. Já, biskup G7, þá planið okkar alltaf dróning D2, löngkrókun, biskup H6, H4, H5. Þetta er svona einfalt að muna. Og dróning D2. Og hér eru tveileikir, hrókering eða C6. Ég ætla að byrja á hrókering. Löngkrókun. C6, svartur undirbýr B5 og dróning A5 oft að reyna að fá counter. Biskup H6, mikilvægt að hafa biskupina H6 áður en maður leikur H4, H5. Þá komum við alveg við fyrir að svartur getur leikið sjálfur H5 og reyna leikur sem tefur sókn hvíts. Þannig að biskup H6, B5, F3, valda E4 pið. Svartur þetta hótaði B4 og rittarinn hörvar, þá dreipa E4. F3, það er solid leikur. Nú er dróning A5 kannski mest krefjandi, segjum B4. Þá væri þetta bara að leika rittar E2, dróning A5, tefla svona. Og planið er nokkuð einfalt hjá hvítum, H4, G4, H5 eða H4, H5 strax. Bara svona sóknar aðgerðis. Og eins er þetta að leika rittari B1 sem er svona svipað og ég er að fara að mæla með það eftir í annari leikjaröð. Þannig að byrjum á dróning A5, svartur hóta B4 og dreipa A2. Dróning A5 sem virkar nú eðlugur leikur. Svartur þetta að reyna að búa til mótspil. Og hérna ætla ég að mæla með H4, ég gef því upprópunumerki. Nú, kongur B1 er auðvitað leikur sem kæmi til greina en það gæti orðið svona óþarfa flækjustig hérna í þessu, ekki alveg clear sko. En H4, ég ætla að mæla með því, það er svona direct. B4 og rittari B1. Þetta er mjög athyglisvert. Nú, hvað gerist ef svartur hirðir peðið? Það er þetta góð spurning. H5 og hann má ekki drepa H5, þá kemur þessi fórn og máti í næsta. Rittari B7, H-truppi G6, F-truppi G6. Þetta blir svona. Og hér er tvei leikir, kongur F7, kongur G8, kongur G8. Það er ágætt svona að stoppa hérna eins og reyna sig við þetta. Hvað er besta framhald hvíts? Nú, besta framhald hvíts er E5, upprópunumerki. Nú, ef
hvítur leikur rittari H3 þá gæti svartu verið lifandi hérna í þessu sko. Hrókurinn ágætt svarnamaður og drottningin er svona lúmsk í vörninni. Counter svarts gæti verið að apiði fljótt að koma upp og það er aðalega það sko. Sýnst þetta BSS ekki ganga, getur verið E5 sko. En já, E5 upprópunumerki, DX E5 og núna rittari H3. Það er líka gott ef maður er í sókn að opna línur og eftir D-dribur E5 þá mun hrókurinn opnast þarna og það getur skipt máli síðar. Nú ef hrókur F7 hér þá er bara drepið og hrókur D8, við sjáum að það skiptir máli hér. Segjum dronning F7 og þá eigum við mjög einfalt hérna bara hér að skipta mun. Við erum að drepa F8 í næsta leik, skipta mun yfir. En þetta er svona einfalt plan sko. Kongur F7 er líklega betri leikur en hefur aldrei telst, aldrei verið leikið. Þá er planið á svörstum að reyna að flýja með kongin hérna. Þá leikur rittari H3. Kongur einar 8 og núna E5 sem er upprópunumerki. Nú rittari G5 gæti freista margra en ég er ekki að segja þessi slæmi leikur en svartu gæti hugsanlega fengið eitthvað bullandi counter hérna sko með A4. Það er óþarf að gefa honum það. Ef við leikum E5 þá fær hann ekki þennan counter. D-dribur, rittari G5. Segjum A5 hérna. Þá bara dribið hérna. Dribið á G6. Dronning F7. Dronning dribið CSS upprópunumerki. Það var í sjálfsög ekkert að því að tefla þetta svona en dronning dribið CSS er nú skemmtilega leikur. Hvítur auðvitað kalla undir augnablikinu en það hangir á A8 og rittarinn H7 er svona semi-hangandi. Hrókur B8, D-dribur E5, E6 hótun. Já, það standa bara öll spjóta á svörstum hérna, hann getur ekki varist til lengdar. Og alla línur opnar og kongurinn er í skotlínni. Annar leikur er rittari B6. Þá er svartur að fara inn að leika rittari A4. D-dribur E5. Byrjum að rittari F5, dribba H7 og það er ekki að sjá að svartu lifi þetta sko. Svo bara hótum á D8 og dribbum á G6 og svo framvegis. Nú rittari A4, það bara dribba F6 og hvíti kongurinn er merkilega örugur sko. Dronning B2, kongur D2 og það er í rauninni engar hótanir hjá svörstum sko. Við erum bara að fara að leika segjum rittari C3, ef mann rétt biskup D3 og hrókur H1 og það er ekkert að frétta hjá svörstum. Já, þetta er nokkuð skemmtileg peðsvort þarna sko. Og annar leikur rittari B7, H5, höldum okkur við planið, rittari H5, G4, nú rittari HF6, segjum rittari G3, þá best að drepa G7, kongudreipur þá ná í rittarana H1 svona, og rittaradreipur, biskup C4, upprópunumerki, biskup A6, dreipið, dronning B4. Tökum eftir ég að við erum ekki að
við erum ekki að ná í rittaran strax. Nú ef við náum í rittaran þá grunar mig að svartur geti kannski fengið eitthvað smá counter með apiðinu, íta því upp sko. Þannig við gefum ekki kost á því og dreifum á B4 og jafnt á peðu með rittaran á H1 er í svolítið vandræðum sko. Dróntur bara A2, dróntur E1, góðleikur, hróku B8 og hér er rittari C3 best held ég. Segjum dróntur B2, kongur D2. Já, við hótum hér bara hróku B og ef svartur fyrir eitthvað með drottninguna þá getum við alltaf segjum hvað drottning P4, þá held ég við getum alltaf valda bara D4 og náum svo rittarinn næsta leik. Og hótum við þetta hróku B1 hérna líka áfram. Þetta er nokkuð skemmt, það er merkilegt hvað hvítur er unni safe sko á drottningvæng. Og annar leikur kemur til greina í B3 en þá á svartur hérna smá spil með rittar F2 semst að við dreipum þá kemur þetta hróku D2 gæti verið leikur hérna til dæmis. Nú rittar HF6, þá er bara dreipið, skák og rittar 1-2 og það er bara þess að hefðbundin svo G5 rittar G3 eða rittar G3 og svo G5 og það lítur mjög vel út á hvítan. Þannig að við skulum bakka. Ég held að þetta sé nokkuð samfærandi rök fyrir hvítstöðinni hérna. Þannig að við ætlum að skoða næst svartur leikur hérna C6 og býðum með að hrókira. Já, C6 svartur vill býða aðeins með að hrókira. Þá leikum við biskup H6 hérna og dreipið og ef hann hrókirar þá transpósar það í það sem við vorum að skoða. Hér eru nokkri leikir og ef hann leikur rittari D7 þá held ég að rittari F3 sé bara einfalt og svartur veit aldrei almennilega hvort þessum hrókirar langt eða stutt og E5 getur verið virkilega óþægilegu leikur í mörgum stöðum fljótlega. Nú B5 er kannski prematúr eins og maður segir en að sletti smá. E5 rittari G4, G7 H3 kallaf. Þannig að svartur aðeins að hugsa eitthvað liðskipanina líka. Nú E5 þá held ég bara laungkrókun sé gott framhald og þarna er kallaf. Þetta lítur ekki vel út á svart. Þannig að dróning A5 er leikur hér. Biskup D3 ætlaði að mæla með. Við sýnum ekki spilun okkar strax, höldum först að okkur sem sagt hvort við ætlum að hrókira langt eða stutt og svartur þarf við alltaf að velta því fyrir sér hvað hvítur er að fara að gera. Nú C5 er svona semi mainline en ég ætla að kíkja á aðra leiki fyrst. Þetta er D7, þá bara þetta er F3 og svartur á ekki svo auðvelt með að leika svartur gæti nú kannski leikið B5 en þá getur hvítur jafnvel bara stuttur og gerað.
og svo stemtaði líka E5. Það er spaka. Þetta er A6 annar leikur, tefli svona, stuttrókun, bara leiðum honum drepa á D3, það er allt í góðu. Og svartur er svolítið eftir á í þróun liðsaflans og það er alltaf, sókurinn getur bara á E1 og svo E5 mjög fljótt, mikið vatnleika E5. Og þá er svartur í dollum vandræðum að það fær með rittarinn, þá er alltaf dróðin G7 og hún er H7 til dæmis. Og svartur er ennþá með kóngin á E8 á þetta. Það er svona veikasti hlekkurinn í stöðun hans. Nú C5, D5, við erum með rýmið og það eru nokkru leikir hérna, rittar D7, A6 og rittar A6, byrjum á A6, svartur undir B5, rittar F3, B5, stuttrókun og við erum að fara að leika E5 mjög fljótlega og eftir D-drepur E5 það drepa á E5 og líka að leika DSS oft, stingaði inn sko, eins og ég mun koma að síðar. Nú rittar A6, já, hann er búin að fara þetta. Rittar D7, hér ætlaði að mæla með löngkrókun, en rittar F3, þá gæti svartur átt C4 hérna, smá taktík hérna kannski, eitthvað svona. H3 en það er bara jöfn staða en við viljum kannski fá meira en það sko. Löngkrókun upprópunumerki og hér eru margir leikir. Ég ætla að byrja á A6. Þetta er svona svipaður af náðan. E5 samt sem áður upprópunumerki. Mikið hægt að þekkja þessa þemu. Segjum rittaröldrubur E5, sókur E1, B4, drepa á E5 upprópunumerki og hérna er hann G7, sterkur leikur. Ja, drepa B2, þá bara kongur B1, drepa A2, drepa H8 og drepa C3 og við erum bara að skipta með yfir og með alla stöðuna. Ég ætla að baka eins. Þá dróðum við C7, þá er D6 upprópunumerki, E-drepa D6. Það er með drottningu þá er bara biskup E4 líklega búið, síns mér. Og eins má drepa bara B5 auðvitað skák og ná í drottninguna. Þannig að drömmu peði og dróðum G7, það er alltaf þetta trikk hérna, hangir á H8 og F6 eftir E-drepa D6. Svona, og þetta er búið. Nú, D-drepur E5, hrókur 1-1, segjum B4, og þetta er C6, mjög erfitt fyrir svartan út máta á E7 og drottningin onni. En þetta teflið sér svolítið svona sjálft sko, eða sóknir fyrir að rúlla. Hrókur B8, svipuð hugmynd, en hér ætlaði að mæla með biskup B5. Aðeins að breyta út af. Við leiðum svörtum ekki ná í counter. Ef við leikum þetta F3 gæti þetta alls svona og það er smá munur sko, hrókurinn er á B8, hann var á A8 á hann og geti verið eitthvað svona flækjustig hérna sko og hér er þetta er B6 já. Hér eru bara mát þannig að það er smá munur þegar hrókurinn er B8 þetta getur hann opnast línan. Lausnin við því er
biskup B5 upprópunamerki, segjum A6, dreipum við, segjum byrjum að riddaradreipur, riddar F3, viljum leika E5 sem fyrst af því að kóngurinn berskjaldaður hjá svörtum en þá í miðjunni og þetta yfirbrjóst á hvítana mínum að E5 og hrókur H1 að koma. Nú biskup dreipur D7, riddar F3, B5. Látum bara skákinu tefla fyrir sig sjálfa eins og Nýmann orðaði þetta. Chess plays for itself. Dreipið B4, drónin G7, hrókur F8, D6, B-dreipur C3, D-dreipur E7 og alltaf þetta með peðið þá bara peðið hérna B2 bara fínt skjól fyrir kóngin sko. Kóngur dreipur E7, þetta C6. Þetta svona skemmtileg lína mát til dæmis. Þetta sýnir bara hvað þetta hættulegt sko. Það biskup B5, það góð leikur. Nú riddar 1-5, riddar F3, getur dreipið á D3, hrókudreipur og þetta nokkuð góð stað á hvítan finnst mér. Það bara að hafa augun opin alltaf með E5 sem fyrst og svo jafnvel bara íta D6 eftir á eða dreipið á E5 með þetta allt í lagi. Þetta ekki góð stað á svartan sko að mínum að dreipið á F3, dreipið svona og hér eru tvei leikir í rauninni. Það hægt að leika E5, D6, löngkrókun, dreipið á E7, drónin G7, segjum riddari H5, dreipið á E5 og drónin B6 á biskup C4. Þannig að þessi þema þarna með E5 D6 svona nokkuð lærdómsrík sko. E-dreipur D6, drónin G7, kóngur E7, biskup C4. Hrókur HF8, hrókur dreipur D6 og skákin tefli fyrir sig sjálf. Mát. F4 auðvitað annan möguleiki sko, það ekkert að þessu til dæmis. Nú riddar G4, það bara drónin H4, þetta væri ágætt framhald. Og skákinn tefli fyrir sig sjálf eins og venjulega með E5. B4 tekið og þetta búið. D-dreipur E5, D6 og þetta lítur ansi illa út á svartan. Já, alltaf sé ekki bara hrókudreipur D6 eftir E-dreipur D6 og svo getur riddarinn farið á D5 sýnist mér fljótlega. Kóngurinn alveg hörmulegur hérna á E8 sko. Þannig ég ætla að bakka aðeins. Já, ætla að taka fyrir hérna C6 í stað biskup G7. C6, drónin D2 eins og venjulega. Nú svartur leikur B5, þá leikur við E5 upprópunamerki og þetta ekki góð staða svarta. Og riddari D7.
Hérna ætla ég að mæla með bara rittar F3. Teflum þetta aðeins öðruvísi hérna. Það hefur löngkrókum, það getur að telt svona, en ég held að þessi staði sé ekki alveg clear sko. Það rittar F3 er fín leið sko. Við erum ekki að gefa upp hvort við erum að hrókera stutt eða langt, og ofta er E5 svolítið pirrandi leikur fyrir svartan. Það þegar við erum með biskupina F4 þá er það miklu sterkari en viluna. Dróning A5. Hér er biskup C4 allt í lagi sko, en ég ætla að mæla með E5, gefa honum upp prófgunarmerki. Segjum D-drupur E5, D-drupur E5, rittari H5, biskup 1-3, og þetta er nokkuð góð staða á hvítan sko. Það sé að maður rittarinn að H5 er ekki en biskup G7, þá held ég að sé bara löngkrókun, hótum G4, já, mér sýnst það líta nokkuð vel út sko. Það er aðeins að baka maður svo. Kannski eitthvað betra en þetta. Hérna fór ég aðeins fram úr sjálfum mér. Biskup 1-3, biskup G7. Já, er ekki bara, já, G4, það er ekki bara, það er bara kalla af, já, þetta, hvað er ég að steipa? Fyrstu velvinningur á þessu, misti þarna einfaldur leik, já, G4 er þetta hótun eftir biskup G7 og ekki má drepa hérna, en það er allavega að virka mjög hættulegt. Og löngkrókun, hóttum biskup D4 síns mér. Já, svartur er svo langt eftir í liðskipan, hann er leika F6 til dæmis. Biskup C4 eða kongur B1, svo fara með hrókinu 1. Þetta er hættuleg sóknarstaða. Já, ég ætla að mæla með E5, já, og D-drupur E5, biskup 1-3 bara. Þetta er bara fín staða. Nú DX E5, þá er þetta D5, besta træð hjá svörtum. Drepið, drottning drepur, biskup drepur, þá fyrir við svona endatafl. Og H4 mikilvægur leikur. Við viljum sérst fá að svarturinn eitthvað að veikja sem þess með H6 eða H5. Og svona almennt myndum við vilja skipta upp á svartreita biskupunum í þessu endatafli. Þá varum við með kannski dominirandi rittara í mörgum endastöðum á D4. Ég skal bara sýna nokkra leiðir. Segjum biskup G7, löngkrókun. Hérna er biskup C3. Teflir svona og svartur missi mannin. Hann hættur leppinu þetta. Getur skákað á H6 en þá kemur þetta í G5. Segjum rókering. Biskup D4 getur verið athyglisvert.
þetta er aðeins betra hvít. Hvítur með sterkari peðastuð og er að fara að ná í peðið aftur hérna. Og H6, biskup B4 sterkulegur. Aðeins að trubla svartan, hann getur ekki hrókirað svo glatt núna og hótum á D5. E6, biskup D6, völdum E5. Biskup F8, svartu verið að létta á pressunni. Og þá náðum við þessum uppskiptum á svartættabiskunum. Biskup D3. Og þetta er aðeins þægilega á hvítan sko, myndi ég halda. Spurning með H5 hérna. Og hrókur H1 eitthvað svona. Þetta getur telt svona. Og rittari D4. Þetta virkar svona eðlilegt á mig. Kannski erum við bara að fara að reynleika G3 og F4 og svo framvegis og bara með betri endtafl. Já, ég held ég sé nú búin að fara yfir svona flestar hugmyndirnar í þessum biskup F4 leik. Og mér finnst þetta skemmtileg hugmynd fyrir hvítan. Já, ég læti þessu þá bara lokið í dag. Takk fyrir.